Já, góðan daginn og velkomin í Húbla podcastið. Með mér í dag Harpa Hermannsdóttir, fjármálastjóri og það sem meira hún fjármálastjóri á láni. Og það einmitt það sem að Húbla gengur út og það að vera til staðar fyrir giggara sem að vinna eins og Harpa og vera til staðar fyrir fyrirtæki sem vilja kaupa þjónustu eins og frá Harpu. Velkomin Harpa. Takk fyrir. Hvað segirðu gott í dag? Bara fínt. Er það ekki? Jú, Hvernig ekki þannig, bara gott að vera komin út og nýtt ár og ég spennt bara. Er það ekki? Jú. Þú talar að koma út, það þá að þau búin að vera inni? Já, ekki í skápnum, en ég var hérna eins og margir aðrir á landinu í COVID-einangrun yfir áramótin. Já. Þannig að við vorum loksis í dag að koma öllum börnum í skóla og leikskóla og allir orðnir lausir. Þannig að það rosa gott að koma staðis bara, geta farið í föt og mála sig og út fyrir húsins dyr. Já, bara, það svo skrítir þegar maður bara svona einn inni eða þú ert ekki einn inni út með alla fjölskyldunum. Já, já. En að vera svona inni, maður verður bara samtuna sjálfur sér ef maður of lengi inni. Akkurat, þetta var bara, ég var hættan að blása mér hárið og þetta var bara einhvern veginn, það voru allir bara í jökingalanum og þó maður hafi alveg verið að vinna og við vorum heppin og vorum öll bara hress. Já, gott. Veiktustu öll? Það bara, já, við lögðum okkar á mörkum bara að ná þessi hjarðónæmi. Það var bara ég og maðurinn og börnin og foreldrar mínir og bróðir og kona og börn og bara allir bakinn, sko. Hvernig gerðist þetta? Hvar náðu þið ykkur í að... Ekki hugmynd. Svona ef maður reynir að telja eitthvað dagana þá finnst mér líklegt að við höfum bara náðu okkur í Dekstar og Þorláksmessu og okkur í Búðaflakki, sko. Já. Bara, þú veist, fórum í Smáralind og Bónus og Elko og ekstar hefum að koma við eitthvað sem ykkur á búin að koma við og þar greinlega ekki meir en það. Nei. Og svo var það ein fjölskyldu veisla jólin eða eitthvað? Já, svo vorum við með alla hjá okkur á jóladag og maðurinn minn var svona byrjar að vera pínu kvefaður, tók heimapróf, fekk neikvætt, þannig að það bara ok, allir að koma, þetta bara eitthvað kvef. Og svo annan í jólum tók hann annað heimapróf og það var jákvætt, þannig að þá bara byrja boltinn að rúlla. Já. En það náttúrulega bara gott að allir séu hressir og sem náttúrulega lykilatriði í þessu. Akkurat, þetta var svona þetta var alveg, maður var svolítið yfirþyrmandi þegar byrjaði bara, svo kom næsti og bolti fór að rúlla og eitthvað neinn, maður sá ekki fyrir endan á þessu, sko. Já. Og hvernig leiðir, af því ég hef upplifað svolítið svona kannski smá svona skammar tilfinning, skilur að fólk einhvern veginn hugsa bara, ok, ef ég held veislu og það komur veikindi, þá ég bara einhver algjör, þá ég ekki að standa mig, hvernig leiðir þá eftir veisluna? Mér fannst það alveg, ég átti alveg svolítið erfitt, sérstaklega því ég fekk símtalið að pabbi var og njákaður eitthvað, þá alveg bara var tókuð tilfinningarnar alveg bara, já. En ég meina við gerðum allt sem við gátum, skilur við vorum með heimaprófin og það var enginn að knúsast og þetta var ekkert, þú veist, maður bara reyndi að passa sér sem að gæt, það var ekki hægt að gera neitt meira það. En kannski þá náttúrulega í þessu tilviki eiginlega þegar enginn veikist alveg, þá bara auðvitað leiðilegt að vera að þú ert að einangraði og allt þetta. Akkurat, og kannski líka, ég ræðið mákonum minni í gær, þá var alltaf engi skólar og enga tómstundur og ekkert í gangi, þannig að maður þurfti bara að hafa samband við fjölskylduna sem var hjá okkur í jóladag. Það var ekkert að ringi bekkin og ringi fótboltan og þú veist allt þetta, maður var ekki búin að vera neins staðar. Nákvæmlega. Þannig að þá svona kannski losnaði maður svolítið við það. Ég get alveg trúið því. Þetta hefur verið margt svona sem hefur farið í gegnum hugan. Já, algjörlega. En þetta þá bara frá og allavega í bili, þangað til annað kemur í ljós. En hvað svona segðu mér aðeins frá þér? Hver Harpa Hermannsdóttir? Ég ætla löngu að hætta að telja hvað gömul, en og svo unga. Já, akkurat. Nei, bara á móðir og stjúpmóðir og með stórt heimili. Við erum svona típiska íslenska fjölskyldan með samsett heimilsald. Já. Og bara búin að vera í þessum fjármálabransa ég var sko að telja þetta árið ég kom að hitta þig. Það líklega alveg dett í 20 ár, þó að mér finnst ég ekki vera neitt rosa gömul þannig, sko, en Já, og hvað kom til að þú ákveðir að leiðist út í fjármálin? Það svolítið bara tilviljun. Ég hugsa, sko, svona á þessum efri úlísárum þegar maður er farin að pæli því á ykkur alvöru hvað maður langar að gera þegar maður verður stór, þá var fjármál ekki efstablaði hjá mér. Nei. Og það alveg stundi ekki að skrýna því þá þegar ég að sækja framhaldsskóla, að þá vinkonum mín voru að sækja mig í Vestló og ég ætlaði alls ekki að sækja mig í Vestló og því ég ætlaði ekki að sita við einhverju tölvu allt mitt líf, mér varst það algjörlega glatað. Og þannig ég fór... Hvað varst að hugsa um þá? Þá var ég á náttúrufræðibraut í MH og ég hef alltaf verið rosa heilluð af svona bara heilbrigðisvísundum, bara mannslíkamanum, næringafræði, heilsu, svefni, sjúkdómum, bara öllu þessu viðkemur bara mannslíkamanum. Þannig að það var svolítið stefnan sem ég ætlaði í þá. Svo klára ég MH
önn og undan, sérst útskrifast jól, þannig að alltaf þurftum að svolítið bara, fekk mér vinnu og svona þess að pæli hvað ég ætlaði að fara að gera. Var einhvern veginn heillaðist ekki af því að fara í Háskóla Íslands, var byrjuð að skoða eitthvað nám erlendis, en svo Háskólinn í Reykjavík að byrja akkurat þarna, bara var að kenna sitt fyrsta starfsár þegar ég að klára menntaskólan. Þannig að það var svona eitthvað sem heillaði mig og ákveða að stökkva í viðskiptafræðina þar. Þá var ég að þau fengi vinnu á raftækjaverslun sem Hekla bílaumbúðið var með. Var þá bæði afgreiði í búðinni og svona var með eitthvað svona skrifstofustörf, þú veist, var að gera upp kassan og senda inn einhverjar tollskýrslur og eitthvað svona dót sem ég fann þarna bara, ok, þetta er alveg, ég er alveg góð í þessu, þetta er alveg gaman. Þannig að þaðan svona fór ég yfir í viðskiptafræðina. Það er nefnilega oft líka þegar maður finnur einmitt ykkur staðar þessa tilfinningu að ég er nú bara svolítið góð í þessu. Já. Er það ekki það? Jú, það er það og líka, þú veist, ég pældi alveg mjög mikið í þessu þegar ég var að klára MH og hvað mér langaði að gera og fór í svona áhugasviðspróf. Já. Sem var alveg bara fleiri blaðsir, held ég að vera klukkutíma að svara spurningum og þá er vist mjög algengt að þá kom svona 2 pólar hjá fólki. Þannig ég skoraði þess mjög hátt í einmitt þessari sko löngun í þekkingu bara mannslíkamann og heilsu og allt þetta, en líka rosa hátt í öllu svona skipulagi og strúktúr og eitthvað þannig. Þannig mann konan sem að tók síðan viðtalið með það niðurstöðuna voru komnar og hún sagði, ef ég bara mattsetta nákvæmlega hérna eftir þessu blaði, þá ættir þú að verða læknaritari. Þá einhvern veginn hefði ég náða samin þessa 2 póla. En svo sáum við mig líka, en svo getur ég líka bara unnið við annað og hitt verður þá bara meira áhugamál. Og það endaði alveg svolítið svoleiðis, þannig ég er að vinna svona í þessu strúktúreraða umhverfi, en er ennþá með rosa áhuga á öllu. Já, ég hugsa vel heilsuna. Já, og svona áður en ég fór að vinna sjálfstætt þá var ég alltaf rosa spennt að það kom kannski auglýst, þú veist, í bókhaldi hjá einhverju svona heilsutengdu fyrirtæki. Ég hefði kannski svolítið vilja að ennþá svona smá blautu draumur að vera í þeim bransa, sko, en maður gera það kannski bara setna. Það er aldrei neitt útilokað. Nei. Það er bara, ég held að þannig sé gott að hugsa lífi. Akkurat. Veist, það er aldrei neina dyr lokaðar. Sko. Nei, en á meðan þá fæ ég útrást fyrir þetta bara að segja börnunum mínum að borða holt og reka mannum minn með mér rektina og svona. Já, það er bara gott að vera líka góð fyrirmynd. Já, algjörlega. En þú síðan, varst að vinna fyrst sem í fjármálum bara inn í fyrirtæki og farið þannig að staðvandi? Já, ég rauninni byrja bara strax eftir fyrsta ári viðskiptafræðinni, fannst mér einhvern veginn bara rökréttast að sækja mig í banka. Það er bara átti maður að vinna þegar maður var í þessu námi, þannig ég fer að vinna í bakvinnslunni í Búnaðarbankanum, bara svona síðustu starfsárum held í Búnaðarbankans. Já, gaman að eiga minningu, þetta er einhver antik í dag bara. Já, ég held að börnum minn myndi ekki vita hvað það væri, ég myndi segja þeim það, já, byrja þar og er svona bara í svona þessum klassísku störfum fyrir að vinna á fjármálsviðinu hjá kreditkortum með borgun, eitthvað sumar ég held að það verið eftir annað árið og þegar ég útskrifaðist úr viðskiptafræðinni byrja ég að vinna hjá Sparisjóðabankanum sem hann hét þá og byrja þar í fjárstýringu og bara geggjastarf, frábær reynsla svona sem fyrsta starfi eftir viðskiptafræði og var síðan bara í bankageiranum í 15 ár, alveg fram að hruni og fram yfir hrun. Já, þannig það hefur nú verið svolítið merkilegt líka að upplifa það. Já, það var alveg mjög áhugavert. Ég byrja að vinna hjá Kaupþingi vorið 2006 þegar allt er náttúrulega bara í blúsandi uppsiglingu. Já. Bara ótrúlega skemmtilegu tími og góð reynsla. Ég reyndar akkurat í fæðingarólofi í miðjubankarhruninu. Já. Þannig ég satt bara... Já, ég hugsa það. Ég var svona... Þetta var erfið tími fyrir bankastarfsmenn. Já, alveg klárlega. Og ég var strákurinn minn var orðinn 7-8 mánuði eitthvað á þessum tíma, þannig að maður var svona komin yfir mestu tilfinningar úr sípanana og búin að ná ykkur í jafnvægi, sko. Þetta er að gerast þannig bara 2-3 mánuðum ára njótt að fara aftur að vinna. Já. Og já, það var mjög skrítið. Og hvernig var það að koma úr fæðingarólofi þannig á þessu tíma? Það var mjög furðulegt, af því að deildin sem ég var að vinna í Kaupþingi var bara lögð niður. Já. Þetta var, ég var að vinna í svona sem kallaðist group treasury, þannig vorum að fjármagna alla samstæðina. Já. Og bara, þú veist, starfsmönnum í henni annarkvort sagt upp eða komið fyrir í öðrum deildum. Og þegar ég átti að fara að koma aftur, þá náttúrulega bara byrja ég að ringja okkur hvað, þú veist, er búið að segja mér upp eða hvað ég gera. Hvað verkefni er ég að fara í? Og það var ekki fyrir bara vikárin ég átti að mæta sem ég fekk að vita að ég myndi fara að vinna hjá skilinefndinni. Já. Þannig að þú hefur tekið þátt líka í því verkefni. Já, því ævintýri, já. Það var mjög stór rússipanni og bara... Það var nú alveg svolítið tími. Og eftir líka. Já, algjörlega. Ég er þar alveg til 2016 og það er alltaf starfsmenn þar ennþá. Sko. Það er í raun líka bara kannski fyrir okkar kynslóð. Ég vona að þessi skellur með COVID sé svona síðasti skellurinn í okkar lífstíð. Þetta var, en bankarhrunið var klálega stór skellur fyrir okkar kynslóð. Alveg klálega.
Það var það og þetta var svona skrítin tíma að koma inn, ég byrja að vinna eftir fæðingarorlof strax eftir áramót, þannig að það er náttúrulega komin svona smá mynd á þetta frá því í október. En það voru svolítið bara allir í öllu og bara verið að finna út úr því einhvern veginn hvernig bankinn stæði eða þrotabúið og púslaðis allir saman og þetta var alveg ótrúlegt verkefni. En fannst þér þetta að vera eitthvað áfall, upplifið þú áfall sjálf í þessu? Ég hugsa ekki, ég ætla að búin að vera svolítið í burtu. Strákurinn minn er fæddur í mars, þannig ég er búin að vera alveg í burtu í ykkur mánuði áður en það svona fer allt á vestaveg. Jú, voru svona orðin eitthvað merki þegar ég er ennþá, en ekkert, maður sá þetta ekki fyrir. Nei, nákvæmlega, það sá þetta enginn fyrir. Nei, þannig ég var svona alveg komin svolítið út úr þessu og... Já. En hvað síðan ferði þannig í skilanefndin og hvað svo? Er það þá sem þú ákveður bara að fara að vinna sjálfstætt eða? Nei, ég var þar, í einhver 7-8 ár og bara alls konar mismunandi krefandi verkefni sem maður fekk þar, en auðvitað svona síðustu árin voruð farin að minnka töluvert, eitthvað sem tók því 2 vikur áður var kannski farið að taka 2 daga, í ykkur svona mánaðar uppgjörum og þannig ég dríf mig í mastersnám og byrja að fara í fjármál fyrirtækja og enda svo ég skipta yfir í endurskoðun reikniskil og klára það og svona þegar ég er búið með fyrra árið í því, það er mér bara pínu farið að leiðast og er líklega í minni hluta hóp af þeim sem hættu bara sjálfur í skilanefndinni. Mér fannst bara, mér vantaði eitthvað meira svona challenge fyrir hausinn á þessum tíma og þá fer ég að vinna hjá Vá. Tekstu ekki þangað. Það hefur verið gaman líka. Það var náttúrulega bara algjört æventýri og ég held að það sé bara svona, maður er stundir hlegið að því það hljómar örugglega fyrir marga svona utanakomandi eins og allir hafi verið með eitthvað fegurðardrottninga syndrom því það er allir alltaf bara, við erum öll svo góði vinir og svo góður andi og en það var bara nákvæmlega svoleiðis. Það er nákvæmlega þannig. Meira segja síðan þegar leiðin til lok einhvern veginn, þá var þetta bara svona eins og ein stór fjölskylda sem alveg klárlega. Þarna saman. Já, það voru allir bara algjörlega af hjart og sál, Og hvernig náðu þér þessu? Hvað var það sem að? Skúli náttúrulega bara magnaður maður. Það er alveg, það er ekkit, ég minna að hann alveg viðkennt að sjálfur að hafa gert alls konar mistök í rekstrinum og allt það, en bara svona þessi kraftur og gleði og auðvitað ásamt bara fullt af öðru fólki sem var þarna með honum. En það var bara einhver svona andið þarna inni. Það voru bara allir svo einhvern veginn glaðir og peppaðir og það var mikið gert fyrir starfsfólk og bara það var bara einhver andið sem náðist þarna sem er örugglega ekkit sjálf gefið að ná í fyrirtækjum. Það er alls ekki sjálf gefið. Þetta er eitthvað sem þarf að gerast held ég alveg frá grunni, Já, ég hugsa það. Algjörlega. Hugsun sem að liggur þarna baki. Já, og einhvern veginn náði þetta haldast alveg þó þetta hefur orðið mjög stórt fyrirtæki þarna í lokin, með allt þetta fólk og... Ef ég man rétt, ég held að það veri eitthvað 1500 manns að starfa þarna, þetta er gríðastórt. Akkurat. En einhvern veginn náði samt að halda svona þessum fjölskyldu andaðna, þannig að það er bara ótrúlegt afrek út af fyrir sig. Það er frábært. Hvað verkefni varstu svona aðalega með hjá Vá? Þá var ég ég kem hana inn í rauninni bara ráðin svona til að koma þess inn í bókaldið og taka í gegna þess kostnaðarbókaldið og eitthvað svoleiðis. Svo breytast aðeins bara forsendur í deildinni sama dag og ég byrja. Þá er tilkynnt að eins ég að fara að hætta sem var svona millistjórnandi þarna og að fara bara í önnur verkefni. Og þá svolítið svona púslaðist þetta upp á nýtt og ég enda á að vera bara svolítið svona hægri hönd fjármálastjórans. Ég bara taka alls konar bolta sem að hann var búin að vera með einn á lofti og vantaði bara svona deilgera frá sér. Og ég man ekki hvað ég var búin að vera þarna lengi ár kannski að þá er svona búin til bara deild sem að var bara fjárstýring og ég er sem sagt verið þarna yfir fjárstýringunni. Er þá með nokkra starfsmenn, þú veist það var gjaldkerinn og náttúrulega bara sjáum allt sjóðstreymi, sjáum gjaldeyrisvarnir og alls konar svona spennandi verkefni. Já, frábært. Hvað varstu lengi hjá Vá? Þetta voru bara slétt 3 ár. Byrjaði þarna 2016 og erum náttúrulega bara fram að síðasta degi og svo enda ég á að fara líka í skilanefndina ef maður kalli það, þetta var bara kallað þrotabúið þar og er alveg ennþá svona sjáum það að hluta til bara að halda utan bókaldið og svona og meðan er verið að klára að gera þetta upp. Þannig að ég tæknilega síð ekki hægt Þú fylgir þínum félögum bara út fyrir gröf og dauða. Akkurat. Ég var að ræða þetta við hann að dóttur mín daginn, hún er orðin 18 ára og farin að vinna og svona með skóla og hún lendi því daginn svona í fyrsta skipti að fólk sem var að vinna með henni var sagt upp, bara var ekki standa sig í starfi og henni fannst þetta alveg svolítið merkilegt, bara þú veist, þau voru bara rekin og eitthvað svona
og þá sagði ég við hana bara, já, kannski pínu skrítið, en ég hef verið bara það heppin í lífinu, nú er ég búin að vinna hjá 2 stórum fyrirtæki sem eru gjaldþrota og náttúrulega mörgum öðrum inn á milli, og ég hef aldrei mist vinna, samt, einhvern veginn náða. Það er stórmerkilegt, sko. Já. En það er líka bara að segja kannski mikið þig. Já, kannski, það gæti alveg. En já, svo við bara svona fyrir þá aðeins frá VR. Þetta hefur náttúrulega verið góð ár þarna og hvað gerist svo? Svo bara, fæ ég hérna smá svigrúm til að bara aðeins að ná andanum og svona meira að vinna, þó það hefur verið gríðarleg vinna fyrir þrotabúið líka, en þá hef ég allavega smá tíma til að horfa í kringum mig og svona. Þá fer ég að vinna fyrir Alfreð, atvinnuleitarappið og Stokk software. Það eru sem undrabáðum félögum og voru saman með skrifstofu á þeim tíma. Og þau höfðu verið með fjármálinn annars þar, bara voru með keyptu þjónustu. Brútist. Já. Og vildu taka þetta inn til sín. Þannig að ég er henni ráðin þar svona til að bara að setja upp bara nýtt bókhald, taka frá því voru hjá Fjárvakri, taka það allt yfir og stilla því upp hjá þeim, búið til skýrslur og allt þetta og voru svona alls konar bara verkefni í pípunum sem ég átti aðstofa með. Þannig ég kem í það og það var bara ótrúlega góður skóli og góður reynsla því að þó að ég hefði klárað viðskiptafræði og master í reikniskilum og endurskoðun og unnið í þessu umhverfi í öll þessi ár, þá hafði ég til dæmis bara aldrei aðeins bóka reikning. Já, nákvæmlega. Ég bara eins og því ég tók við að hjálpa til með þrotabúið og þá þurfti ég bara að hringja vinkonu mína sem var að vinna í bókhaldinu og bara getur þú komið og kent mér bóka reikning, ég hef aldrei gert þetta. Ég veit hvað debit og kredit er og ég veit hvernig þetta virkar hvernig þetta skila sér í ásetningin og allt þetta, en ég kann ekki bóka. Nei. Og hvernig áttu að tengja bókhaldslyklana og allt þetta dót. Já, algjörlega. Þannig að það er gott að hafa gott fólk í kringu sig sem gæti hjálpað. Já, frábært. Og þú hefur fengið þarna bara líka tækifæri þarna, að byggja upp bókhald frá grunni í raun. Auðvitað tekur upp bókhaldi frá þessar útkeyptu þjónustuvendalega. Já, akkurat. En það þarf að lesa saman alla lykla og passa allt og allt það, sko. Akkurat. Og einhvern veginn þess að segja, þó ég hafi valið þessa leið í náminu að þá störfi minni í bankagerðan með alltaf verið meira svona fjárstýringar tengt. Akkurat. Og hjá náttúrulega líka. Ég hafði aldrei svona verið beint að vinna í bókhaldi. Nei. En já, þannig að þetta var bara ótrúlega góður skóli. Tók þetta allt þarna bara og var með góðan, Alfreð var með mjög góðan endurskoðanda sem ég gæti líka þá leita til með vantaði ykkur aðstoð og svona. Já, þetta er mjög flott fyrirtæki. Já, algjörlega. Bara rosalega gaman að fylgjast með Alfreð líka bara. Akkurat. Þetta er svona eitt af mínum uppáhaldsfyrirtækjum, ef ég var að segja. Ég er frábært fyrirmerki og hugmynd, sko. Já, rosa góð hugmynd. Já, algjörlega. Og náttúrulega líka, þarna er líka bara svona sniðugt þarna hugvit hjá þeim að fara á stað. Já. Þeir breyta í raun bara ráningamarkanum í Íslandi. Algjörlega, alveg klárlega, sko. Þetta bara, var frábær reynsla að fá að koma þarna inn og þetta var pínu fyndið að því að nú byrja ég, útskrifast og viðskiptafræði þarna ég man ekki 21 eða eitthvað og fer í banka að gera og mér alltaf fundist ég svona, kannski í neðri helmingnum af aldrinum, svona með unga fólkinu, svo kem ég hann inn í Alfreð og ég bara hækka meðalaldrinum örgulega 5 ára, ég held ég að vera elst á skrifstofunni, þannig að maður var alveg bara, vá, þetta er rosa nýtt hlutverk, mikið bara ungum flottum krökkum að vinna þarna náttúrulega sem forritarar og svona. Já. Og svo þegar maður fór eitthvað, Harpa, ég er að kaupa fyrstu íbúð, að taka íbúðlán, hvernig, og ég alveg bara, líður svo pínu síðan sem orðin bara amma þeirra Skrítið, samt svona ung skilur við, maður hugsa þetta, það eru þetta bara þegar maður er farin að sjá kennitölur sem eru einhverju 20 árum á eftir manni. Ég bara nær barninu mínu heldur mér, en bara frábær hópur og ótrúlega gaman að vinna þarna. En svona þegar ég var búin að vera þarna í ár, þá var bara allt komið. Ég var búin að gangi gegnum heilt reikningsári, ég var búin að gera eitt uppgjör, allt þetta. Já. Og þá var þetta bara ekki fullt starf lengur. Nei. Þannig ég fer svona eitthvað að velta þessu fyrir mér, hvort ég bara fara að leita eitthvað öðru, bjóða þeim bara og bara benda þeim á þetta, skilur, þau getur bara ráðið bókar í hálfstarfi eða eitthvað, þau þurfum ekki að hafa mig hérna. Já. Og ræði þetta við vinkonu mína eina og hún er þá rekstrarstjóri á vinnustofu Kjarval. Já. Og hún ringir í mig daginn eftir að 20 setna og býður mér í hádegismat og bara, heyrðu, heldur þú getur kannski minka bara við þig hjá þeim og komi líka og hjálpa mér. Mér vantar alveg hérna aðstoð, bara ég er alveg að drukna og þannig að þar svona byrjaði boltina eins að rúlla. Gæti ég mögulega gert þetta, verið bara hlutastarfa á nokkrum stöðum. Já, tekið að þið fjármálastjórn. Já. Og í raun bara passaði upp á þá svona smærri aðila. Já, akkurat. Að því maður sá bara þessu með Alfreð og Stokk, bara þetta er ekki það stór fyrirtæki eða með það flókin rekstur að þið þurfi fjármálastjóri fullt starf. Nei. Þetta er bara náttúrulega einhvern veginn sama módeli sem rúlla mánuð eftir mánuð. Þannig já, og ég hafði stofnað kennitölu bara þegar ég var að vinna fyrir þrotabúi hjá Vá, þannig ég átti hana til
Þannig að það einhvern veginn svona var lendingin, Það bara var herðu, lítið ég mál. bara fer í þetta sem verktaki. Hvernig upplifunin síðan? Bara geggið. Já. Ég allavega að fíla þetta mjög vel ennþá og ég var svo spennt yfir sér til að byrja með að það var bara allir sem ég hitti, ég mátti ekki koma í kaffi til fólks að bara, herru, býttu, þú ert með þetta í fyrirtæki, ég vantaði ekki einhvern veginn að segja fjármálin og bara endalaust að, þannig að ég held að í dag sé ég komið með einhverjar 10 kennitölur sér að vinna fyrir og bara síðast núna áðan var einn að senda á mig, herru, vinur minn, hann vantar líka hérna, má ekki benda honum á þig og eitthvað svona, hann er svo fljótt að vinda upp á sig. Æðislegt. Og ertu alveg ein eða ertu að deila Nei, verkefni ég með var- okkur og fleiri eða? Ég var fyrsta árið alveg ein, Já. svo var fekk ég svona nokkuð stórt verkefni núna í haust sem bættist við og þá gat ég ráðið einmitt þessa sömu vinkonu sem kom og kendi mér að bóka reikning Já. að hún var akkurat laus svona í hlutastarf. Já. Þannig að hún er komin að aðstofa með aðeins. Ekki spennandi. Já, þannig að þetta er bara ótrúlega gaman. En mjög skrítið, þú veist, ég er alveg algjör reglupjesi og ég myndi helst vilja vera með sko belti, axlabönd og haldibuksunar sko, ég er svo áhættufælin að það er bara, þetta var, ég veist að þeir sem hafa þekkt mig svona lengur en kannski síðustu 5-7 ár, bara þetta hafa komið verulega óvart. Því Ég veist að bara því að ég náttúrulega kynntist þig bara þegar þú kemur í samstarf með Húbla og svo hitti ég einmitt mann sem þekki þig mjög vel og hann sagði þetta kom mér verulega óvart að Harpa hefði ákveða bara að vinna sjálfstæð. Akkurat. En hann ákvað sér að koma líka í Húbla. Já, nákvæmlega, þetta smittar út frá sér. Já, þannig að þetta var bara, já, ég hef svo bara verulega svona út fyrir minn þægindaramma, en svo er það náttúrulega líka þannig að margir sem eru hræddir við að fara að vinna sjálfstætt að þeir halda þá þurfið þeir endalaust að vera einhvern veginn að finna sér ný verkefni og svona, en eins og í mínu tilfelli að þá er ég bara með mína föstu kúnna og ég gerir bara samning við þá sem er með 3 mánaða uppsagnarfresti, þannig að mér finnst svona öryggi mitt ekkert minna heldur en þegar ég var launþegi. Nei. Það er náttúrulega, þarf ekki að vera það. Nei. Þetta fer allt eftir hvernig þú vinnur. Akkurat. Og hvernig verkefnið þú ert. Algjörlega. Þú veist, svo hef ég tekið að mig líka tímabundin verkefni, bara aðstóð eins og ég er í einu verkefni núna, bara koma bókaldi fyrirtækis úr einu kerfi yfir í annað og eitthvað svona. Já, já. En svona þessi stæðstu kúnnar sem ég er með í dag allavega eru allir bara með, þú veist, ég er í rauninni bara eins og starfsmæður þó ég sé ekki í vinnunni þar alla daga. Algjörlega. Þú segir þú sért eins og starfsmæður. Ertu þá ferð að vera með? Já, ég hef svolítið lýst þessu nú náttúrulega, það var svo sem ekki verið mikið af hittingum á neinu vinnustöðum frá því ég byrjaði þessu, var alltaf bara verið í þessu COVID ástandi og hefði kannski, og það var alveg byrjað náttúrulega því að ég var ennþá starfsmæður hjá Alfreð og Stokki að við vorum farin að vinna mikið heima, bara þarna þessa mánuði þegar þetta er að byrja allt saman. En þú veist, það hefur svona náttúrulega komið tímabil inn á milli og þá stökku allir að stað og eru með sumarfagnað og eitthvað svona. Mér líður alltaf pínu eins og þessi maki. Þegar ég mæti. Já. Að þetta er allt fólk sem ég þekki og hef unni með og hitti náttúrulega reglulega og svona. Góð samlíking. Já, það er svolítið, mér finnst það svolítið svoleiðis, maður þekkir alla en maður er ekki kannski alveg partur af grúpunni. Þú er svolítið alltaf að reyna svona að ná að mingla þannig þú kynnist fólki. Já, akkurat, svo segir eitthvað og allir fara að hlæja og bara svona, haha, svona, ég greinlega mista bara skilur ekki alveg innan úr húmorinn. Já. En það er frábært að vera boðin og vera, fá að vera raun partur af heildinni. Það er mjög gaman sko og ég er alveg þó að mér finnist æðislegt að taka, ég tek svona 1 dag alltaf samt heima í viku, ég reyna að fara kannski rótera svolítið á milli fyrirtækjana 3 daga í viku og er svo kannski heima í 2 daga og eitthvað svona og bara ráða svolítið eftir hvernig fundir eru en Ertu að fara í fyrirtækinu, ertu með heimaskrifstofu? Ég er með bara bæði, ég er með skrifstofu heima, ég er með skrifstofu, ég er með aðstöðu alveg á 4 stöðum. Já. Þannig ég hef svona verið að reyna að mæta kannski allavega 1 dag í viku á þá staði, þú veist að 1 dag aðra hverja viku eða eitthvað svo list, bara eftir hvað þarf. Mæti náttúrulega oft á stjórnarfundi ef það þarf að fara yfir einhverja fjármálaupplýsingar og svo list. Þannig já, mér finnst það æðislegt stundum að geta bara verið heima, bara vaknað, farið í jökingalán og sestu tölvun og byrjaði að vinna og þurfi ekki að keyra neitt og ekki gera neitt sko. En er eitthvað fleira svona sem að þú heldur að svona giggarar geti gert til þess að tryggja svona öryggi sitt af því maður heyrir með þeir sem gagnrýna þetta. Já, þetta er svona óöryggi. Þetta er náttúrulega rosalega misjætt eftir hvað maður er að gera. Þú veist, sem verkefni eru bara tímabundin og ekkert hægt að hafa þau kannski öðruvísi. Nei. Þannig en þá er náttúrulega samfélagið svo Húbla er kannski besta tryggingin sem þú getur komist í og ert allavega með svona smá grundvöld til að afla þér fleiri verkefna. Já, og maður er líka að vona að svona við sem heildarhópur svona getur líka verið svona kannski þrýstað til þess að styðja við bara stéttarfélög og sko
aðila atvinnulífsins til þess að hugsa þennan hóp. Já, Huga algjörlega. að þeirra kjörum og annað. Það er alveg hægt að það er alveg hægt að hugsa giggara í kjarasamningun til dæmis. Það er eitthvað svona sem er ekki rætt og það er alveg hægt að gera lágmarkstaxta. Já. Af því að við þurfum náttúrulega að standa skil á okkar gjöldum og örugglega mjög margir sem vilja vera í stéttarfélagi og vilja vera í það þurfa allir að borga í sinn lífeyrissjóð og allt þetta. Þannig að við þurfum alveg á því sama halda og allir aðrir. Já, alveg klárlega. Og þess vegna held ég að atvinnulífið og ætti svona þess að ég segi bara hugsa okkur. Já, allavega, mér finnst allavega þetta bara á að vera partur af flórunni, þú veist, ég meina í flestum kjarasamningum bæði talað föstlaun og svo tímakaup og yfirvinnu og allt þetta og þá á þetta bara að vera partur af launatöflunni. Þá er bara taxtinn fyrir gigstörf bara aðeins herri, af því að það þarf að gera ráð fyrir að við þurfum síðan að standa skil á allir hinnu. Þannig að þetta á eftir að koma. Ég hef svo rosalega trú á að þegar við saminust að þá verður eitthvað þá gerist eitthvað, það verður hreyfiafl það kemur bolt af stað alveg klárlega sko en segðu mig síðan bara svona af því að þú ert með fjármálin akkurat hvað er svona, eins og fyrir fyrirtæki hvað er það svona sem að oft svona það sem þú sér það svona kannski fyrirtæki þurfa að huga betur að komandi frá 2 gjaldþrota fyrirtækjum að þá maður getur náttúrulega svolítið bara metið út frá sínum störfum ég held að það sé auðvelt að segja þetta kannski erfiðar að fara eftir því en að hlaupa ekki bara á undan sér ofrætt það er leið og verður skortur á fjármagni þá verður vinnan bara eins og fyrir bókhald og fjármálstjóra allt þetta verður svo rosalega miklu meiri og miklu erfiðari og lítil skilvirkni að því allir þinn tími fer í að púsla fjármagninu á móti útgjöldum fyrirtækisins. Þá ertu allan daginn, nú get ég borgað þessum, ekki þessum, ég er að hringi þennan, í staðin fyrir að vera bara kannski að greina uppgjör og að hversu önnu tækifæri og við erum ekki að fá nógu miklu framlútu þessu, ætlum að gera þetta, einhver svona greiningavinna. Að svona þegar maður kannski fer á stað og er ekki alveg nógu vel fjármagnaður eða bara, eins og sé, kannski fer aðeins og hratt af stað að þá verður allavega þessi vinna fyrir okkur fjármálafólkið rosalega krefjandi og bara svona tímafrekt að vera í þessu. Þetta er gott ráð. Já, en ég veit að það er óslega erfitt að fara eftir sérstaklega minna það er mikið startup fyrirtækjum sem að bara sjá eitthvað tækifæri og vilja bara hlaupa stað og grípa boltan með hennar á lofti og allt þetta. Já, stundu bara þurfa þau að gera þetta sko. Þau geta ekkert verið að bíða eftir að endilega fjármagni komi inn og þau verða bara einhvern veginn að reyna að harka þetta af sér og auðvitað verður þetta þá kannski þannig að það er bara að vera að slökkva elda og til þess að komast af og oft verður þetta samt þannig að einhvern veginn reddast fjármagn síðan á loka metrónum skiluru og á síðustu bensíndropunum. Og þannig ég skil vel að þannig þurfi þetta oft að vera en svona fyrir mig sem fjármálastjóra þá myndi ég kjósa að hafa þetta hinn veginn. Það er náttúrulega verið vondur sko. En hvað svona fleira svona er, maður heyrir, að því að nú ertu líka með litla ala, maður heyrir alltaf af þessum sem er með rassvasa bókhaldið og allt þetta. Já, algjörlega. Ég hef alveg verið svolítið ég ætla bæði að taka að mig bara fyrirtæki sem er alveg ný en svo líka bara aðila svona sem verið tengdi mér og eru kannski búin að vera hjá sama endurskoðun lengi og vilja bara svona aðeins, breyta og eru að koma yfir til mín. Og ég er rosaleg nákvæmnismanneskja og vil hafa allt upp á bara, 170%. Þannig ég held að fyrir það fólk bara að þetta er orðið svo auðvelt að halda utan um þetta í dag. Flest bókhaldskerfi bara tala við alla heimabanka og það bara að lesa alla færslu beint á milli. Haltu bara utan um þína kvittanir og skilaðu til mín og þá er þetta bara easy peasy og þá er þetta líka, þá ertu bara svo fljótur að sjá hvernig fyrirtækið stendur. Akkurat. Í staðin fyrir að vera einhvern veginn að vasast í ykkur og vera svo alltaf eitthvað klárigt í loka ást, þú þarft ekki að vera að skila vaskað ykkur, ætla bara að bóka einhvern veginn allt í lokin og svo bara, það er bara bullandi tapar á ekstriðinum. Nú, bara hafa ekki hugmynd það, sko. Ótrúlegt, já. Það er nefnilega, ég held að
veist, ofta fólk gleymi sér og þetta er oft, sko, ég vissum að svona, ég hef það svona í hugalund að þetta sé oft sömu aðalarnir sem að svona láti svona einmitt gleymi kvittunum Akkurat, algjörlega svona, en það er bara tæknin í dag er orðin svo góð að það er bara, þú getur bara ekki mynda kvittun í símanniðinum og upplataðan inn bara til svona skannar sem þú bara skannar inn hérna og þetta bara fer í þú getur verið með skannan úr símanniðinu beintengdan við eitthvað bara eitthvað OneDrive fólkar sem að bókaraðin kemst inn á og þetta er bara sko. Þannig að það ætti enginn að þurfa í dag að vera með eitthvað rassvarsbókar Ætli það séu mörg fyrirtæki búin að taka þetta upp veist, að vera með, veist, láta starfsfólki sitt skanna inn kvittanirnar og láta það fara inn í bókaldi veistu það? Ekki sem ég veit ég er svolítið að íta mínum kunnum í þetta sko? Kannski getum við bara með þessu kvart hérna akkurat fyrirtæki til þess að því að ég man svolítið eftir þessu bara frá þeim veist, mínum störfum að, hérna, að það var alltaf vesinn hjá bókarunum að fá inn alla kveitanir Algjörlega og svo náttúrulega kannski líka þarf bara að breyta regluverkin í kringum þetta því þú tækla sig átt ennþá að prenta út hverja einustu bankamillifærslu og hvern einasta reikning og stimpla með fylgiskjalsnúmer og setja í möppu og ætla bara að eyða einhverjum, sko, ég veit ekki hversum trjám ári eða ætla að vera í þessu en þetta er kannski líka eitthvað sem þyrfti bara að breyta sko lagalega sér að það veist ég nóg að vera með afrit á PDF-skjali eitthvað staðar á okkur drifi og veist alveg mikla líkur á því að drifið skemmist eins og bara kvikni í möppinu sem er með útpröntuðu gögnunum. Algjörlega, og þetta er í raun bara algjör tímaskekkja. Já. Sko miða við líka, en kannski er þetta eitt af því sem á eftir að koma núna. Já. Af því að við sjáum bara þessi stafræna þróun bara, hún er allstaðar í gangi. Akkurat. Og þetta hlýtur þá að færast inn í bankasýsluna og einmitt eins og segir, þetta þarf að verða einhver lagabreiting. Já, og það er náttúrulega mikið fyrirtækjum eins og bara, maður sér hjá Alfreð þeir eru með svo marga kúnna og náttúrulega mikið af ríkisfyrirtækjum sem eru auglýsa. Þau eru flest öll komin í það allavega að vilja fá bara rafrænureikninga. Þannig að þetta er að koma, held ég. Þú veist, þetta verður öll þessi útprentun og stimpil með fylgiskjali og eitthvað þetta er fyrir að vera basístíma, held ég. Já, ég held það líka. Börnin okkar kannski muni ekkit með eftir svona. Nákvæmlega. Skilja ekkit í öllum þessum möppum út allt. Nei, nákvæmlega. Svona eins og við með ritvélarnar. Akkurat, nákvæmlega. Akkurat. En hérna, já, ég er alltaf með smá svona óvænta spurningar. Hérna út fyrir kassan og þetta eru þess að 4 flokkar og hérna, þú má bara taktu bara kassan eða hérna og veldu bara það sem þú vilt. Bara eitthvað staðar hérna í miðju? Já, veldu 2 spil. Svo máttu bara lesa upp fyrir okkur. Sko, annað er svona fjölskyldutengt og hitt kannski meira vinnutengt, þannig byrjum kannski hérna fjölskyldunni. Hver finnst þér vera skemmtilegasta fjölskyldu samveran? Ég náttúrulega elska að ferðast, ég finnst það frábært og hef reynt að gera tölvöld af því með mínum börnum og náttúrulega sérstaklega var æðislegt að maður var að vinna hjá Vá. Því lúksus að geta að hoppa með börnin út og svona og hérna, en ég held svona í heildina að foreldrar mínir ákveðu að fjárfesta í sumarbústað. Já. Því ég var ólda stelpunni minni og hún er unni fyrsta barnabandi þeirra þannig að þessi bústað er búin að vera til alveg frá því bara öll barnabandi þeirra fættust. Já. Og hérna og ég held að mér þykir mest vænt þetta og ég er svona vonaði með þetta börni mín og þú veist, bræðra minna eftir að eiga góða minningar þaðan þegar þau verða eldri. Þú veist, það var svo gaman þegar allir voru upp í bústað, allir að spila og svona góðar samverustundir. Já, ég held að við erum öll hérna í fjölskyldun okkur fyrst öllum gaman að spila, þannig að það er mikið spila þegar við erum þarna og erum í heita pottinum og einhvern veginn allir að spjalla og já, frábært. Já, þannig ég held að það sé svona uppáhalds fjölskyldu samveran mín. Yndislegt að eiga svona. Já, ég er alveg mjög þakklátt foreldrum mínum fyrir að fara í þessa fjárfestingu á sínu tíma. Við erum alveg búin að eyða miklum tíma þarna. Já, er þetta í nálægð hérna við höfuðborgarsvæðinu? Já, bara í Hraunborgunum. Já. Þannig að það eiga bara allir sína tannbursta og maður er bara með sín sundföt þarna upp frá og það er alltaf til eitthvað í fristi þannig að maður getur líka við bara lagt að stað eftir vinn og föstu án að taka neitt með sér, svo bara rennir maður í búð og laugardegi og yndislegt. Þannig já, það er alveg, þetta er forréttindi. Já, ég bara óskaðis með þér. Þetta er bara verið mikið af þessu. Akkurat. Hitt spjaldi var, hvaða nýju venjur langaði að tilenga þér og hverju myndi það skila þér? Einmitt, núna svona stutt eftir áramótin. Akkurat. Hvað er hérna? Ég er ekki ennþá búin að ákveða nefnilega nýja áramóta heiti mitt. Ég tók mjög Gerur alltaf áramóta heit? Ég hef svona allavega svona verið með eitthvað í hausnum undanfarin ár. Síðast ákvað ég að taka alveg mjög svona bara mælalegt markmið og ákvað að hlaupa 500 kilometra. Já, yfir árið. Já, og náði að klára það bara í nóvember. Gekja.
Svona 2 eða 3 ár þar á undan í röð var ég með það markmið að reyna að vera stundvísari. Það er ekki minn sterkastur hlið. Það er kannski að það er ekki mælanlegt. Þú talar að þú sért svo þú þurfur að hafa alls í röðreglu. Kannski þarftu bara að vera með mælanleg markmið. Já, þetta er bara, ég hef líka fengið sko frá vinkonum minni og ég fekk það mitt bara í eitthvað svona memory á Facebook í morgun þegar hún postaði þegar allir voru ennþá að posta tímalínuna hjá hvort öðru á Facebook að hún var búin að sjúkdómsgreina mig sem að ég held að veiti tíðsoptimist að það var að mér finnst ég alltaf að hafa lengri tíma en ég hef. Og ég eins og bara núna þegar ég var að koma hingað í dag, ég var að byrja að sko græja mig örugglega 1,5 tíma áður en ég ætti að mæta, svo svona ég hef nægan tíma, herri ég er svolítið svöng, ég ætla að borða smá og síðan bara allt í einu er hún alltaf sinn og er á bara miljóna keyringa. Ég þekki þetta. Já. Kannski fylgir nafninu. Gæti. Það er Harpa og Harpa. Það eru kannski aðeins að segja stundum. Það er ekki að þeir eru ekki skipilegar. Nei, þetta er bara í alvörun, ég er að gera mitt besta, reyni að hugsa eins og bara byrja eins tímalegu ég geta pæli í því hvenær ég þarf að fara út og svona. En svo bara finnst mér alltaf eins og ég hafi lengri tíma en ég hef. Já. Þannig að þetta enda mjög oft svona, ég er aldrei eitthvað mjög sein, en svona rosa oft kannski þessum nokkru mínútum, svona, þannig ég er á ljósum og leiðinni bara, ég er alveg rétt á komin. En kannski komum við meira inn í dagatalið með þessu móti. Ég held það nefnilega. Ég sko, þú veist, ef ég mæti eitthvað staðar of snemm og þarf að bíða, mér finnst það rosa tímasón. Ég líka. Já, þetta er eitthvað, það er ekki félt, þetta sé bara, við erum bara að reyna að nýta einhvern veginn hámarka tíman sem við höfum. Ég tengir alveg rosalega við þetta, ég er líka svona alveg svakalega. Akkurat. En ég held, en hvað er þá núna? Ég er náttúrulega sko, ég bara eins og við nefndum hérna í byrjun, er svona svolítið alltaf með svona heilsuna ofarlega. Já. Ég hef svona, verið duglega að hlaupa síðastlið ár og ég er ein af þeim sem er búin að eiga líkamsræktarkort held ég síðan ég var í 8. bekk og ég hef alltaf notað það. Ég hef aldrei verið svona bara áskrifandi sem mætir ekki. Þannig að markmiðið mín eru svo sem alveg oft líka eitthvað svona einn. Já, og nákvæm árangri. Já. Eða er það árangur eða er það mæting? Sitt lítið hverju svona eftir hvernig stuð ég er en ég er svona svolítið, ég hef ekki verið fylgjandi þessu föstu átaki sem er búið að vera svolítið en ég er svona aðeins að íhuga það en svo er það náttúrulega bara, þú veist, nú er ég búin að vera 1 ár í þessari vinnu sem ég er. Já. Og það er alveg búið að vera svolítið crazy, þú veist, þetta var ég byrjaði með 3 fyrirtæki svo allt í einu eruð 5 og svo voruð 7 og svo voruð 10 og það er ennþá bætast í og ég er svona, mér vantar svolítið að setjast niður og skipuleggja maður betur. Gera einhverja smá stefnumótun og pæla hvað þú vilt. Já, og bara svona, og líka bara, ég sé ekki, ég svolítið ofta kvöldin liggi bara að ég átti eftir að gera þetta fyrir þennan, þá er ég komið to-do-list í símanum til að losa út úr hausnum, þannig ég ná að sofna, sko. Algjörlega. Þannig og ég er alveg, ég er búin að vera svolítið að vinna í þessu, núna undanfarnar vikur, þannig ég ætla að halda bara áfram með það, búin að setja mér upp svona gott verkefnaplan sem ég er alltaf að haki í og ég sé örugglega ekki að gleyma neinu. En hvernig er þegar þú ert með svona mörg fyrirtæki? Það er örugglega margir sem spá í því, vinnur þetta í svona skorpum og bara það er rosa mikið að gera í einhvern next tíma og svo, það eru þetta í fjármálum, eru þetta þessi álastoppar í kringum, virðisaukaskattsskil og allt þetta. Já. En, ertu, bara rosalega mikið að vinna þá eða, og svo slakaru ykkur staðar annars staðar? Já, þetta kemur auðvitað langmest í kringum mánaðamótin, launavinnsla og einmitt þegar er vaskur og eitthvað svoleiðis. Já. Náttúrulega einhver fyrirtæki sér með að gefa út reikninga kannski miðja mánuð og eitthvað þess að þar en já, mánaðamót er algjörlega krúsjál að sitja, þá er ég bara að sitja við og tekja þetta alveg bara með troppi. Ég er að reyna náttúrulega eins og þetta með að vinna sko í stundvísinni og þetta, að byrja kannski aðeins fyrr oft á verkefnum, ef það er dauðu tími hann kannski frá 15. til 20. Að þegar ég var í byrjun þá bara, ekki að byrja launavislunni, núna er það 2 vikur laun, en núna er ég svolítið bara byrjuð. Ef ég hef bara engi verkefni sem er á borðinu, þá bara, ég ætla bara að byrja í launavislunni. Og það sé ekki það er alltaf rosalega gott að vinna undan sér, ef maður getur. Akkurat, þannig að það er held ég svolítið svona það sem ég búin að læra á þessu ári, að vera svolítið svona á undan einmitt, að reyna að skipuleggja mig svolítið og bara halda utan þetta og það er náttúrulega kannski með svona verkefni svo fjármál að það má ekkert margt klikka. Nei. Þú veist, þú þarft að fylgjast með öllu fyrirtækjum, það þarf að vera til fyrir launum, þú þarft að senda inn launaseðla, þú þarft að borga staðgreiðslu, þú veist, vaskur og allt þetta. Þannig að þú mátt ekki, þú getur ekkert allt í einu bara lagst niður í mánuð og bara ég er ekki stuð til að vinna, ég ætla bara að gera þetta í næsta mánuði. Veist, þannig að það er kannski líka, maður þarf svolítið að vera á tánum. Þetta er nefnilega, ég hugsa að þetta sé það starfinna fyrirtæki sem að það er bara treysta og þetta sé 100%. Já, það er ekkert,
Það er eiginlega mjög lítill hérna. Já, það er ekkit stórt svona margin of error sem að má vera í þessu starfi, sko. Akkurat. En bara sem að henda mér vel, þú veist, mér líður best í góðu skipulagi og og þessi, ég fann svona núna í haust þegar voru bætast við eitthvað fyrirtæki hjá mér, þá fekk ég svona pínu yfirþyrmandi tilfinningu. En réð starfsmann til mín og bara svona, bara teiknaði þetta upp frá A til Ö, bara þetta eru fyrirtækin, svona dagatali fyrir mánuðinn, og og bara þetta eru verkefni sem þetta er fyrir þetta fyrirtæki, þetta er fyrir næsta og svo bara ég exa, alltaf. Bara þetta er þessi vika, þá eru þessi verkefni fyrir þessi fyrirtæki. Já. Og þá bara líður mig betur, ég sef betur og ég ekki með áhyggjur af því sem alltaf að gleyma einhverju og allt þetta, sko. Þetta er lykilatriði. Já. Ég alveg búin að sjá það, að vera með skipulag sem virka fyrir mann, af því það ekki það sama sem virka fyrir alla. Nei, alls ekki. En aftur á móti, samt svona skipulag eins og þú talaði hérna, að vera svolítið búin að sjá fyrir sér fyrsta lagi vikuna og síðan bara hugsa þá einn dag í einu. Akkurat. Það ég held að sé bara fyrir heilsu og af því þú ert nú inn á heilsulínunni, sko. Þetta er bara hlut af því. Já, algjörlega. Það er það. Og þetta geta komið, sko, tarnir, þú veist, eins og þeim að taka ný fyrirtæki og maður vill einhvern veginn koma því í gott stand og komið svolítið upp og allt það, þú veist, getur verið svolítið leika að vinna í því. En þá er það bara tímabil sem maður klárar og bara þess verðið, sko. Og segð mér þá, af því að nú byrjuðum við hérna að tala að þú væri svona inn á þessa heilsulínu og svona. Já. Sérðu fyrir þér að þú kannski eftir jafnvel að fara eitthvað meira inn á það, heldur bara að hlaupa og þú veist að hlaupa? Er það náttúruhlaup eins og í áramótasköpinu? Það er alveg spurning, sko. Eitt vinur minn dregur mig stundum upp í Heiðmörkur og sína mér einhverja nýja leiðir og eitthvað, en ég er líka bara með hlaupabretti heima og finnst rosa fínt að fara það bara mæpattinn fyrir fram að mig, sko. Ég er aðeins svona komin meira að fíla hérna þessi útihlaup heldur en ég var. Mér finnst gaman að því sem ég er að gera og hef bara, fæ mikla ánægju út af því að vinna með öllu þessu fólki og öllum þessu fyrirtækjum og allt þetta, þannig ég er alveg sátt. Þú veist, ég held svona, ef ég myndi byrja alveg búin, ef ég ætti að hugsa bara algjörlega draumastarf mitt í dag, því ég er hann fullorðin og maður veit svona betur hvernig heimurinn virkar, að ég held að draumastarf mitt væri eitthvað svona rannsóknar vinna, þú veist. Ég veit að margir grínast með bara, ég ætla að finna lækningunni við krabbameini, en ég væri bara í alvörinu til í að vinna við að rannsaka líkamann til að reyna að finna lækningu við krabbameini. Það er bara einhvern veginn, en það er held ég líka kannski svolítið bara eins og greiningavinna í fjármálum. Þú veist, það er maður að rýna í ásækninga og rýna í alls konar tölur og reyna að sjá hvað fór úrskeiðis hér, hvað gekk vel hér og allt þetta. Finna sjúkdómana í fyrirtækinu. Já, og það er svona svo vinna sem er skemmtileg og er kannski, þess vegna vil ég kalla mig fjármálastjóra að láni en ekki bara bókara. Að því að ég hef svolítið verið að reyna, þú veist, sum fyrirtækin sem ég eru með bókhaldið sitt hjá KPMG eða Deloitte, en ég er þá meira bara svona sem er mitt að koma í greiningar og kannski haldið þetta sjóðstreymi og upplýsingar til stjórnanda og eitthvað svoleiðis. Það er það sem ég finnst hrikalega gaman. Já, og ég bara þegar þú segir þetta, sko, ég var bara einmitt að tala um manni minni bláðan bara því að ég er náttúrulega með húpla og er ekki komin á þann stað að vera með fjármálastjóra, ég er með bókara, en í alvörunni tala væri ekki vitlaust fyrir mig að bara hreinlega fá fjármálastjóra samt, bara til að tala við mig í, bara fara aðeins yfir málin hjá mér. Já, og bara leggja þetta niður, bara hefur svona staðan, veist, hvað get ég gert til þess að gera betur? Já, algjörlega. Veist, og bara hvernig get ég staðið mig betur? Veist, af því ég held að það sé það sem litlir aðalar sem að hafa ekki fjármálastjóra. Einmitt. Þeir vilja standa sér vel. Já, algjörlega. Og ég væri þessuna til í að vera að vinna bara í, að vera bara persónulegu ráðgjaf fyrir fólk með fjármálina, því mér finnst þetta mjög áhugavert. Þú veist, það er held ég bara svo mikið af fólki sem eru ekki fengið neina fjármálulegt uppeldi eða fjármálafræðslu og bara veit einhvern veginn ekki hvað snýr fram og aftur á þessu. Þú veist, maður sér bara með öll að ætla að tala bara öll þessi smálánafyrirtæki og allar þessar neysluskuldir og allt þetta. Þú veist, þetta finnst mér bara áhugavert starf út af fyrir sig bara hjálpa fólki að komast út úr svona aðstæðum sem það bara kemst ekki út úr, sko. Og það eru margir þar. Já, akkurat. Þetta er svona, þessi vinna finnst mér áhugaverð. Öll þessi bara greiningavinna og grafa svolítið ofan í einmitt, hvað er þetta að skipuleggja sig betur, endurfjármagna og allt þetta. Það er það hægt að finna þið inn á húpla. Já, alveg klára. Ef einhverju vantar slíka aðstoð. Öll verkefni stór og smá. Akkurat. En það er líka bara, ég held að kannski fólk líka bara er í dag opnara fyrir líka að leita sér hjálpar.
Já, ég vona það. Bara rétt eins og bara með heilsuna, fólk frekar fara að leita til sálfræðings og leita til alls konar sjúkraþjálfar og annað eftir aðstofa eitthvað er að sjá það. Það er ekki bara að býta á jaxlinn og reyna einhvern veginn að komast í gegnum þetta. Nei, og ég held líka bara að fjármálaáhyggjur geta alveg gert út af við fólk, sko. Já, það geta gert það. Og kannski 1 klukkutími í fjármálaráðgjöf, hann getur kannski bara bætt líf fólks bara talsvert. Ég hugsa það. Algjörlega. Ég ætti ekki stofna svona fjármála sálfræðiráðgjöf. Já, þú voru að læra kannski smá sálfræðiráðgjöf líka. Nákvæmlega. Getur fara að taka svona smá hlýðarnám. Já, nákvæmlega. En aftur á móti klárlega fjármálin að hjálpa fólki þar og það er kannski smá, þó svo við sem ekki gefa okkur út fyrir sálfræðingar, þá er bara mjög mikil sálfræðin hjálp í því. Sko. Já. Bara þurfu ekki að vera með þessar áhyggjur og eitthvað neginn svona vita sjá okkur að leið út. Já, akkurat. Ég meina spurningu sal. Spurningu sal. Sko ég ætla að spyrja þessu, svo fórst að tala þetta en þannig að þú vildir fara að ráðleggja fólki með svona eins og smá lán og eitthvað svona. Þannig að mín spurning, ég hlusta á svona bækur og yfirleitt eru alltaf á ensku og svo kom bankinn með þetta. Ég máli með eitthvað svona námskeið. Ég bara treysti ekki bankanum fyrir að vera með, óhlutdræga að hjálpa þér að því já, þeir eru kannski seljast í sína þjónustu og svona. Já, þetta er bara business fyrir þeim, sko. Þannig að okkur ferður ekki að skoða í alvöru já, halda eitthvað svona námskeið halda námskeið, þetta gera rafrænt, myndrænt og vera með svona það er enda alls ekki vitlaust. Ég er nefnilega, sko, ef maður hugsa svona bara lífið í nokkru tímbilum, þannig að þegar ég var búin á þessu svona kannski 57 ára þegar ég ætlaði að verða búðakona og svo ætlaði ég að verða fóstra og síðan ætlaði ég að verða kennari á einhverjum tímpunkti. Og ég fékk tækifæri til þess þegar ég var í mastersnáminu. Þá var mér boðið að bara kennari sem var að kenna mér í mastersnáminu bauð mér að koma að kenna í viðskiptafræðideildinni með sér. Bara eitt fag sem hann vantaði að dæmitíma kennara og taka einhverja fyrirlestra á móti sér og svona. Og mér fannst þetta hræðilegt þegar hann bauð mér, þetta var rosa spennandi en alveg hræðilegt að því bara algjör út fyrir það já, akkurat en svona á bakveira var einhver barna draumur að vera kennari þannig að ég hef einmitt svona aðeins tekið þetta og þá fór ég að kenna fjármál 2 og vorum að kenna í það hét þá VAF, eitthvað viðskiptafræði með vinnu þannig að þetta var allt sko svona fólk sem var bara á mínum aldri og eldra að því sem var bara í fullu starfi og vildi bara klára viðskiptafræðina með þannig að þetta var kent á kvöldinu helgar og þetta var sem mér ógeðslega skemmtilegt að því þarna bara mynduðust oft rosa miklar umræður bæði mitt bara persónuleg fjármál fólks og náttúrulega fólk var í rekstri og eitthvað svo leis þannig að þetta er kannski kannski er þetta eitthvað gera þitt system og já, nákvæmlega þannig að ertu þá með eitthvað svona ráð eða ábendingu svona hvernig maður getur hugsa betur varðandi peningana eins og spara eða eitthvað, þú með eitthvað svona já, ég bara, ég minna svo núna dóttir mín var að verða 18 ára núna, bara 1. janúar þannig að hún er orðin 4 ára þannig að við erum bara svona og svona allt einu getur ekki skoða debitreikningin hennar nei, mitt og hún við höfum alveg, það var stofnað bankabók þegar hún var skýrð og við höfum lagt inn á hann mánaðarlega, ég og pappinar og það allt það bara laust og hún var bara fullt af pening og þú veist, maður veit náttúrulega ráðlegginni hvernig er best að fara með þetta svo þetta verður ekki bara búið eftir árið. Hún er endar alveg ræðilega mikið skynsum sko verð en ég, þannig að ég hef engar áhyggjur af henni en svona almennt, þú veist, með þessa krakka. Ég sjálf fékk bara þannig uppeldi að þú ert bara ekkert að eyða nema eigi fyrir því, þú veist. Auðvitað þarftu náttúrulega að fjármagna námið þitt og þegar þú ferði að kaupa þér íbúð og bíl og allt þetta getur þau á sjálfsögletti því að þurfa fjármagn og þú veist, fæstir sem að eiga fyrir húsnæðinu sínu skuldlaust. En bara ef þið vantar nýjan síma og nýja skó og allt þetta, að bara þú veist, þú þarft að eiga fyrir þessu og bara svona hugsa þess áður maður eyði peningunum sínum. Bara þú veist, er þetta virkilega það sem þið langar í? Nú ertu búin að safna þér pening, afmælispeningunum þínum í einhver ár og þetta er það sem þið langar mest í af öllu og þú veist þá bara tilbúin og þá áttu svona mikið eftir, ok, þá skulum við fara að kaupa það. En svona bara hugsa þess og kenna bara krökkunum sínum það strax, sko. Og með okkur fullorðna fólki er ég bara algjörlega á móti því að skuldsetja sig meir en maður þarf og las gott á einhverju Instagram mangi hvað var daginn, bara, þú veist, legðu fyrst til hliðar og taktu svo peningi sem þú þarft að ráðstafa ekki, þú veist, ráðstafa öll og leggja svo til hliðar, þú veist, þetta bara í forgang. Þetta er alltaf smá sjóð. Já, eiga alltaf smá varasjóð og bara eins og vorum að ræða með fólk sem er með mikið af okkur neyslulánum og litlum skuldum, þú veist, þá er bara þessi klassíska þumalputtaregla, reyna að greiða niður fyrsta sem er hæstu vextirnir á og mest afborgunin og allt þetta, þú veist, til að reyna að saksa niður á
mánaðarlega afborganir. Ég líka með eitt trikk sína þess að fá börnum hans til þess að spara. Já. Já, ekki börn, en þetta virkar þegar ég tala við fólk og svona krakka vinnu mín og eitthvað svona. Til þess að fá krakka til þess að byrja að spara, þá finnst það honum oft svona erfitt að teka langa tíma að spara, leggja 5 skall eða 10 skall. Akkurat. Þannig að, en maður þarf að byrja að fá hann til þess að byrja að spara svo hann getur séð eftir ári hvað hann á mikið pening. Og þá svona, wow, herru, ég ná að safna henni fyrir 100.000, milljón eða whatever. Fyrir eftir hvað þú setur mikið til þér. Þannig ég legg alltaf til að hann, krakkinn, eða strákurinn stelpan setur eitthvað fyrir og foreldrarnir leggja eitthvað á móti. Þá líður honum eins og hans að græða, gera þetta í kannski 1 ár eða 2 ár og þá búin að innprenta og kenna honum að spara, þannig þá með líkur að mun halda þið áfram. Algjörlega. Já, góð hugmynd. Ég veist þetta alveg sniðugt. Já, og ég hef alveg gert svolítið með mín börn, sko, nú eru þau alveg orðin, það stóra þau taka þátt í heimilstörfum og svona og ef þau eru að safna sér einmitt fyrir ykkur í staðin fyrir eitthvað, herru, ég skal lána þér og þú borgar mér þetta svo bara þú vinnur upp í þetta seinna. Þá vil ég frekar bara að þau safni sér en ég get alveg hjálpað þeim, kannski borga þeim þá aðeins fyrir að hjálpa mér að vinna eða ég kom með son minn í að uppfæra gengið alltaf í Navisjón svona, að teka tölvuna og raða kvittunum í möppur og eitthvað svona, að kannski reyna þá að hjálpa þeim að verða sér út pening til að spara. Já, við höfum alveg reynt að gera það svolítið. Það er alls konar verkefni sem hægt að líka einmitt, þess að ég segi. Já, og svo bara vekja athygli þeirra. Sonur minn reyndar, hann 14 ára, hann hefur rosa áhuga á bara að spá í hlutabréfakaupum og eitthvað svona, ég veit ekki hvaðan, en örugglega bara verið rætt í skólanum eða eitthvað. Á meðan dóttirinn var svona kannski ekkit með alveg sama áhuga, en núna svo, framtíðar, svona, hún átti einhverja framtíðarbók sem var að losna, þannig að við fórum yfir hvað hún vildi gera við peningana og við ákváðum að skipta honum í þrennt, kaupa í hlutabréfasjóð og kaupa svo í blönduðum sjóð og kaupa síðan bara í svona lausafjársjóð sem fjárfesti bara í bankareikningum. Sömu upphæðu alla, þannig að nú svona svolítið gaman fyrir hann að fylgjast með því, hvað hækkar mest, hvernig þróast þetta, gerir það svolítið spennandi að spara peningi sem. Já, sniðugt. Góð hugmynd. Ég nefnilega, mína krakkar eru líka alveg í þessari stöðu, sko. Já, akkurat. Eitthvað sem bara, þau hafa náða að safna sér gegnum tíðina. Já, nákvæmlega. Ég hafði ekki hugsað þetta. Nei, þetta er góð hugmynd. Já, svona þess að kenna þeim á hann markað. En myndurðu, þegar að við töluðum að þú leggur fyrst fyrir áður og hún ferða í það, myndurðu ráðleggja fólki að leggja fyrir og setja eitthvað hluta því í eitthvað svona hlutafjár? Já, alveg klárlega og ef það hefur ekki áhuga á að kynna sér þetta mikið eða bara kannski einmitt ekki með það mikið pening á milli handana að það sé að ná að fjárfesta í einhverjum fjölbreyttum fyrirtækjum að fjárfesta þá í þessum sjóðum. Sem í boði, ég minna það hægt að vera í áskrift bara 5.000 krónur á mánuði og þetta alveg fljótt að koma og ég las einu svona góða reglu að svona upp á bara áhættu fælni og sagna því ég náttúrulega mjög áhættu fælin en bara finnst hlutabréfamarkaður samtalið spennandi að þá talað um þess að þumalputta reglu að miða við aldurðinn eins og núna til dæmis ég 42 ára að þá ætti ég að vera með svona 42% í örugri ávöxtun, eins og bara vera með einn á góðum bankareininga eða fjárfest í skuldabrjöfum og hinn hlutan í hlutabrjöfum og svo minnkar þetta hlutfall eftir svo vera eldri. Þegar þá styttra kannski í þú ætlar að fara að nota innan pening og þá viltu náttúrulega taka minna áhættu. Þannig að svo kannski þú ert 50, þá átt að vera 50-50 í örugum fjárfestingum og síðan þá kannski ykkur hlutabrjöfum. Þannig að ungu krakkanir eiga sjálfsögðu að reyna aðeins að koma inn á hlutabréfamarkaðinn. Já, þau geta alveg tekið á sig smá sveiflur og svona ef þetta er langtíma fjárfesting. Algjörlega langt í þetta. Já, að þau þurfa að taka til. Akkurat. En bara byrja varlega og það er fullt af frábæru fólki sem vinnur við að gera þetta í bönkunum, halda upp þessum sjóðum og stýra þeim, bara treysta þeim fyrir þessu. Já, það sé líka kannski þetta traust, það er líka svo dýrmætt. Akkurat. Að byggja upp svona traust, þessar stofnanir þurfa þetta að gera það. Já, algjörlega og náttúrulega margir sem að kannski urðu illa út af þetta í bankaruninu, Já, það er nefnilega, ég held að séu ennþá margir hrættir. Já, það er alveg örugglega margir brenndir sem að setja bara alla sem sjóða, því þarna var þetta svolítið svona að byrja og kannski einhverjum árum áður bara kaupullin og allir hlutabréfaviðskipti og allt þetta að auðvitað urðu margir illa úti en þarna er þá líka bara spurningin að dreifa svolítið álæginu, ekki vera með þetta allt á sama staðnum. Líka fylgja kannski eigin sannfæringu svolítið í hvað þú vilt gera akkurat. Og eigin svona algjörlega og ef þér líður illa með að vera fjárfesti í hlutabréfum og þá bara eru alls konar aðri sjóðir. Þú veist þessi ykkur skuldabréfasjóðir og svona það sem að lausafjársjóðir það sem ert að fjárfesta bara í bankaðinni staðin. Já, er ekki ennþá líka alveg þessi ríkistryggðu
Skuldabrif, algjörlega. Þetta er náttúrulega hafsjór. Maður þarf eiginlega bara að fá sér ráðgjöf fyrir það. Já, nákvæmlega, akkurat, já. En erum við ekki svona bara góð svona í enda dags að, er eitthvað svona sem að liggur á þér í? Og ég myndi bara, ef ég ætti að vera með eitthvað svona heilræði í lokin að bjóðast tækifæri eins og ég lendi í með þetta, þú veist, að fara að vinna sjálfstætt og eins og bara þau maður nefna með bauðst að fara að kenna og þótt að sé oft getur verið ókvænlegt og maður sé hræddur og stressaður og allt það, en bara svo algjörlega þess virði að stökkva á þetta og það er þá bara alltaf hægt að fara tilbaka. Ef þetta ekki gengið upp, þá bara fer maður aftur í að sækja vinnu. Þetta er í hug þegar þú segir þetta því að Sigga sagði í áramótaþættinum bara að lag ársins væri já. Já, það er svolítið svoleiðis. Þannig að taka bara kannski slægin við tækifærum sem koma. Við ekki kannski... Ekki vera hrættur líka bara við smá vinnu, þú veist, eins og ég var að nefna hann áðan með þetta kennarastar sem ég bauðst, þú veist, mér fannst þetta alveg hræðilegt og en samt svona einhvern veginn spenn í maganum og vildi gera þetta en eitthvað svona fram og tilbaka og svo bara svo sem bauð mér þetta tók ekki nei sem svari. Það er líka bara þetta gaman að fá tækifæri að vera boðin, það er ekkert öllum kannski boðið. Nei, nákvæmlega, algjörlega. Og þá bara leggum maður, þú veist, ég þurfti alveg að leggja mig vinnu, ég var í fullri vinnu, ég var í fullu mastersnámi, ég var með 2 börn og allt þetta og þetta var alveg hellingsála í smá tíma, ég man eftir mér í vinnunni, grípa mér hádegismat og hljóp svo niður í bíl og var að lesa og klósa, því ég ætlaði alls ekki að standa á gati í kennslunni og viti ekki eitthvað, sko, og þá var þetta mikil vinna kannski í 3 vikur, kendi og ég var stressuð og allt það, kannski fyrst önnina sem ég kendi, síðan bara kennst þetta upp í vana og maður lærir og ég held ég hafi bara þetta sé svona það sem að hafi hjálpað mínu sjálfströsti bara sem sko starfsmanni sem mest. Frábært. Já, bara maður að það auðlaðist rosa svona einhvern veginn trúa sjálfum sér eftir þetta sko. Já, ég datt einmitt niður á bara svo æðislega setningu sko daginn að svona stærstu erfileikarnir og mestu hindrænunar það verða ofta dýrmætustu dýrmætasta veganestinu og jafnvel bestu minningunum eftir að higgja. Já, algjörlega. Veist. Ég held það, þannig að bara ef þetta er eitthvað sem að fólk langar að prófa en er hrætt að taka skrifið og stökka. Veist, það versta sem gerist er bara, algjörlega, það er þá bara, þú veist, og ef eitthvað klikkar þá bara stendur upp og dustar af þér og heldur áfram. Akkurat, ég held að þetta séu frábær lokar. Já, ekki. Dustum þetta á. Já, nákvæmlega. Takk kærlega fyrir að vera með mér. Takk fyrir að fá mig. Gaman að fá svona nöfnu. Eða ekki. Jú, í staðislega. Gaman að sjá þig og takk fyrir okkur.